Í dag ætlum við að fara í einfasa mótorinn. Þetta síðasta skýrslan 3D, 3 Daniel, og við ætlum að fara í gegnum mælingarnar á einfasa mótornum, sjá hvernig hann fær sitt ræsivægi, sjá hvað hann máttlaus þegar hann ekki með þéttinn tengdan við hjálparvafið. En einfasa mótorar eru byggðir upp með 2 vöf. Það aðalvaf og hjálparvaf. Og það sem við gerum í þessu, það að skoða hvernig áhrif straumurinn hefur og fasvik á milli straumanna í aðalvafi og í hjálparvafi. Þannig að ef lítið fasvik á milli þessara strauma, þá mótorinn mjög kraftlítill, mjög máttlaus. Það eru til 2 gerðir, svona í megindráttum 2 gerðir af svona einfasa mótorum. Það eru mótorar sem eru með bara ræsiþétti og svo eru aðrar gerðir sem eru bæði með ræsiþétti og gangþétti. Þannig að til þess að þeir gefi fullt afl, þá þurfa þeir að skipta yfir á annan þétti sem kallaður gangþéttir. Æfingin sem hér fyrst og fremst mótor sem bara með ræsiþétti. Þannig að hjálparvafið bara í notkun í ræsingunni. En í hinum mótorum sem með 2 þétta, bæði ræsiþétti og gangþétti, þar skiptist þá byrjar mótorinn í ræsingunni á því að tengjast hjálparvafið tengist ræsiþéttinum í gegnum miðflóttaaflsrofa. Síðan þegar mótorinn kominn á ferð, þá víxlar miðflóttaaflsrofinn yfir á gangþéttin og þannig gengur hann með gangþéttinum allan tíman meðan hann keyrir. Og svo þegar það stoppað, þá skiptir miðflóttaaflsrofinn aftur yfir á ræsiþéttin. Þess að ég tilbúinn til að ræsa aftur frá byrjun. Og hins vegar eins og ég sagði þá ég bara með mótor sem notast við ræsiþétti í þessari æfingu. En í byrjun þá prófum við að stilla á ákveðna spennu 20 volt til þess að mæla afl og straum, svo við getum reiknað út fasvik í sitt-hvoru vafinu. Byrjum á aðalvafinu og finnum og mælum aflið þegar við erum búin að stilla á 20 volta spennu og mælum strauminn. Sama gerum við síðan á eftir með hjálparvafið. Þá stillum við á 20 volta spennu og mælum aflið í hjálparvafinu og strauminn í hjálparvafinu. Þetta og þá hjálparvafið ekki tengt við neitt þétti í byrjun. Ég ætla að sýna ykkur aðeins framkvæmdina á þessu. Ég tók upp og þetta á kennsluvefnum hjá mér sem slóðin PLC kennsla. Það nafnið á channel sem ég nota og þá ég núna að fara að tengja mótorinn og ég þarf að eins og lækka í þessu. Ég veit ekki hvað áttina það en jú, sennilega þessa. Nei. Ok, sem sagt að hérna sjáum við mótorinn. Hann þá fyrst tengdur þannig að ég bara með aðalvafið tengt við aflmæling.
og afmælirinn stilltur á náttúrulega vöttin og ég ætla að stilla hérna upp á 20 volt til þess að gera þessa mælingu. Og ég fæ hérna 12 eða 13 vött. Það gæti hafa verið 12 vött akkúrat þegar ég stilla hann akkúrat á 20. Sýnist að ég sé hérna 20,0 svo hækkaði spennir sjálfur upp í 20,1 eða 20,2 vött. Og straumurinn 0,88 ampere. Kannski, já, lækkaði hann aðeins niður 0,87. En þetta mjög svipað og við sjáum í aðalvafinu hérna í mælingunni. Þetta aðalvafið, það 12 vött og 0,88 ampere. Það straumurinn alveg réttur og ég stilti hann alveg nákvæmlega á 20,0 og þá fékk ég 12 vött. Og svona sjá hérna, það skýrt ég yfir á hjálparvafið. Það fjær og það með meira viðnám. Og stilli aftur spennuna sem mest 20 voltum og þá mæli ég aflið. Það þetta straumurinn, 0,4 ampere og 20 volt, já. Og við erum þetta með 6 vött. Og það passar við þessa niðurstöðu hér. 0,49 ampere, 6 vött og spennan 20 volt. Og það sem við þurfum að gera núna, það að reikna út fasvik vafana. Til þess að byrja á þessu, þá þurfum við að finna raunverulegt raunviðnám í aðalvafinu. Þá fáum við hérna 12 vött sem voru mælt aflið í aðalvafinu og deilum með straumnum í öðru veldi til þess að fá allt raunviðnámið, bæði sem tilheyrir járnkjarnanum og eirvírinum. Og þá niðurstaðan úr því sem sagt 15,5 ohm sem þá raunviðnámið í aðalvafinu, svo raunviðnámið í hjálparvafinu, þar vorum við með 6 vött og 0,49 ampere í öðru veldi, sem sagt 6 deilt með 0,49 í öðru veldi og þá fá út úr því 25 ohm. Og þegar við vitum raunviðnámið og getum reiknað út sýndarviðnámið með setuna, R deilt með seta, þá getum við fundið út fasvikið og svo framvegis. Þannig að núna finnum við seta sýndarviðnámið í aðalvafinu og sýndarviðnámið í hjálparvafinu. Og það 20 volta spenna deilt með 0,88 í aðalvafinu og þar fáum við 22,8 ohm í aðalvafinu, en í hjálparvafinu fáum við út 41 ohm. Það passar sérst. Bæði raunviðnámið í hjálparvafinu hærra og líka hærra leiðandi setan. Það mjög eðlilegt. Það hærra viðnám í hjálparvafinu heldur en í aðalvafinu. Nú, þegar við vitum þetta, þegar við vitum raunviðnám og sýndarviðnám R deilt með seta, þá fáum við raunaflstöðulinn, cos phi. Skoðum það hérna næst. R deilt með seta, cos phi í aðalvafinu, fáum við hér. Hér erum við með raunviðnámið deilt með setunni í aðalvafinu og þá fáum cos phi í aðalvafinu 0,6798 og þá reiknum við strax út fasvikið, það sem sagt 47,2 gráður. Og í hjálparvafinu þá vorum við með 25 ohm í raunviðnáminu og deilum með setu hjálparvafsins sem 41 ohm og fáum raunafstöðulinn 0,6098. Og síðan reiknum við þá fasvikið í hjálparvafinu sem þá 52,4 gráður.
Og þá bara að átta sig á mismununum á þessum hornum. Það það. Já. Það býtur við hvað ég gerði þetta. Já. Svona. Það sem sagt 5,2 gráður þarna á milli. Og þá þurfum við að átta okkur á því, sko, líklega aðeins öðruvísi heldur en sýnidæmið í bókinni. Þar minnir mig að hjálparvafið hafi verið með minna horn, getur það passað, heldur en aðalvafið. Gá. Fara í bókina. Það þú hvort það hafi verið öðruvísi þar. Já, hjálparvafið var með minna horn þar. En í verkefninu hérna, þá hjálparvafið með stærra horn. Já, þetta getur lent á þennan veg. Þannig að við sjáum hérna í vektormyndinni líka að hér straumurinn, já, þetta viðnámið. Viðnámið í aðalvafinu hérna, það sem sagt 47,2 gráður, hérna hornið á aðalvafinu og sýndarviðnámið í hjálparvafinu, það með 54 gráðum rúmum. Og til þess að mynda almennilegt ræsivægi í þessum mótor, þá þurfum við að breyta fasvikinu í hjálparvafsrásinni. Og það þurfum við að gera með því að raðtengja þétti og flýta straumum eða þannig að það valdi það bil 52,4 gráðum og þá erum við með nokkurn veginn, já, þá fengjum við hérna 90 gráðum mun á viðnámi aðalvafi og viðnámi hjálparvafsins. En það sem við erum að stefna að hérna með því að raðtengja þéttin að straumurinn í hjálparvafinu verði hérna 90 gráðum á undan straumnum í aðalvafinu. Þannig að mótorinn fái gott ræsivægi. Nú, þetta skulum við sjá hvað síðan beðið hérna meira í þessari skýrslu. Þið geti kannski, já, tekið mynd af þessu til öryggis eða ef við viljum vinna þetta núna og nota og til að hafa þetta sem til hliðar svona viðmiðunarmynd meðan við erum að útbúa skýrsluna og svo að þið týnist ekki alveg í þessu en allavega þá erum við komnir hingað að í útreikningunum að við komum með fasvikið á báðum vöfunum, aðalvafinu og hjálparvafinu og við erum búin að finna út munin í gráðum á milli þeirra. Þetta örlítill munur, bara 5 gráður, það rétt dugar til þess að, já, það rétt aðeins dugar til þess að koma í gang. En hann mjög máttlaus. Þannig að ef hann væri með eitthvað, hann getur farið í gang sem sagt álagslaus, svona, en ef hann væri með eitthvað smá álag í ræsingu, þá væri bara stopp.
Það sem gerist ef að snertan í miðþróttaaflsrofunum hættir að leiða, þá bara nær mótorinn ekki til dæmis bara hann er bara þá í rauninni stopp. Það er bara þannig. En hér er spurt hvort er seinni aðalvafstraumur eða hjálparvafstraumur. Þetta er svona alveg öfugt í milli viðnámsvektoramyndar og straumvektoramyndar, og þannig að það er svolítið erfitt að átta sig á þessu út frá viðnámsvektoramyndinni. En þá segjum við að hjálparvafsviðnámið er á undan aðalvafsviðnáminu. Við skoðum hvað við erum að segja hérna, svo við náum að skilja þetta. Hjálparvafsviðnámið, það er komið hingað. Ef þetta er núllið, þá er einhver kemur fyrst, svo kemur einhver annar vektor hérna á eftir, og þegar að hjálparvafsviðnámið, það er vektorinn er komin lengra hérna, það er með meira fasvik eða komið með fleiri gráður heldur en aðalvafsviðnámið. Þannig köllum við að hjálparvafsviðnámið sé komið á undan aðalvafssýndarviðnáminu. Það er á undan. Og straumvektormynd er spegilmynd, eins og sett í textanum, af viðnámsvektormyndinni. Þannig að ef við hugsum okkur það, og nú er ég erfitt með að teikna inn á þetta, að þá væri það þannig að ég þarf að bara ræsa tengt og teikna þetta þar. Þá erum við að segja að ef að þetta er setjum við aðeins grænna hérna, svona. Það er hitakerfið og við fáum okkur aðra línu hér, svona. Og ég ætla að útbúa straumvektormynd. Þannig að viðmiðunin er spennan. Spenna viðmiðun. Ok. Og það gengur. Og þetta vantar píluna hérna. En þá væri, nú hef ég náttúrulega ekki í gráðnar og mér vantar að geta teiknað það nákvæmlega. Reyna að gera það eins nákvæmt eins og ég get. Þá myndum við vera með aðalvafsstrauminn hérna. Tja, einhvers staðar hérna. Þetta er meira en 45. Hvað er 45? Þetta er meira en 45 gráð. Svona og byrjum við. Ég betur að færa þetta til. Og það er bara 5 gráður hérna á milli. Og hjálparvafsstrauminn hérna. Þá er þetta svona. Þannig að þetta væri, þetta væri í A. Þetta er það í A. Og í HJ væri hinn megin. Þannig að þá getum við sagt að hjálparvafsstraumurinn, það er bara svona, hann er hérna
á eftir. Og ég ætla að fara hérna í transparent, svona. Þetta er straumurinn í aðalvaginu. En straumur í hjálpavaginu er á eftir aðalvagsstraumnum. Ok? Og það er verið að tala um það hérna. Já, ég get ekki breytt þessu neitt hérna. Þetta er allt frosið. Sem sagt að hjálpavagsstraumurinn er sem sagt á eftir aðalvagsstraumnum. Það er málið. Þetta er það. Í bókinni var þetta ekki þannig í sýnidæminu. Ef við lítum á það rétt sem snöggvast, þá er hjálpavagsstraumurinn hér. En núna er hann hérna fyrir á eftir aðalstraumnum. Alveg hér. 50 og hvað var það? Hann er með, já, 54 gráður á meðan aðalvagsstraumurinn með 47 gráður. Ok, þá hérna skulum við fara í verklega hlutan aftur. Það er gangsetning mótors án þéttis. Nú sjá, í þetta og förum að setja, eða þarf að núna að tengja hann öðruvísi og tengja hann öðruvísi og ég reyna að skýra eitthvað hér og nú fer ég að rofa þarna eftir afmælinum. Þið sjáu þetta allt, þetta er upptaka sem er til og þið getið skoðað sjálfur. Nú fer ég beint inn á aðalvagið og tengja þar býr milli megin frá hjálpavagið, svo fer aðalvagið beint í ofan frá sprengjum og hjálpavagið, það fer í gegnum horn og sömu megin frá spennugjafanum. Og þá er bara að stilla spennuna á, stilla spennuna á 100 volt. Ég er núna í rauninni með aðalvagið á spennu meðan ég er að stilla spennuna. Þið sjá, mótorinn er bara stopp. Gerist ekkert. Bara notum ekki alveg fulla spennu. Bara 100 bara þegar að minni læti hér. Aðeins úr. Sjáum að hérna ef ég við hann ræsi þá er hann mjög svona auðveldlega með þetta og þá fer hann í gang og þá fer hann þá ennþá meiri að hjálpa svona bara fyrir þessi tengt að þá bremsa eftir að hann er komin af stað að snúningin. En svo er þá næsta að það er að prófa hvort hann verður með gekkin. Þetta er raðtengið. Við sjáum að hann fór í þessa snúningsátt hérna, rangsælis eða á móti úrvísi þegar það er engin þéttir. En þegar að þétt, þá í báðum vöðvunum þá straumar á eftir spennu. En þegar að undan spennu í hjálpavagn
Sigurður, það heyrist eiginlega ekkert í þér. Þá hvað gerist þegar ég sko, þá fer hann í hitastöðu. Nú straumur orðinn á nú fer hann í þess Strákar, heyrið þið eitthvað í honum? hefur svo gríðarlega mikið Þetta að koma rosa brotið inn, sko. Já, ég heyri bara... Já, ég heyri ekki neitt hvað hann er að segja, sko. Þegar við slökkum á honum, þá sjáum við. Er þetta ekki myndband? Já, þetta er myndbandi sem er að trufla. Hann heyrir heldur ekkert í okkur. Sjáum við núna, hann er að hægja á þér. Hann fór í réttsælis núna, eða með útlýsing. Og þá eigum við bara eftir að mæla aflið og strauminn í hjálparvafsrásinni með raðtengdan þétti. Ég tengi spennugjafann inn á power source á afmælinum og við load tengi ég strauminn í gegnum hjálparvafið og raðtengdu þéttin tilbaka í load afmælinu. Þarna er þéttin komin raðtengdur við hjálparvafið og þá lækka ég spennuna á spennugjafann eða sem sagt teka niður á slökkt á spennugjafann og ég stilli hann aftur á 20 volt að mæla. Og að snúningurinn á mótornum fari ekki að hafa einhver áhrif á mælinguna. Þá erum bara með lága spennu, bara 20 volt. Það er svolítið erfitt að ná akkurat 20 voltum en það er 8 vött og þá erum við með strauminn. Hann er 0,51. Við sjáum í skýrslunni hvar þetta er hérna. 8 vött. Það er betur yfir þetta eftir. Já. Ég fékk hérna 8 vött en hér voru bara 6 og það var 0,5. Það er spurning hvort ég verið með eitthvað hærri spennu. Einhver hluta vegna það. Eða á mælinu að gefa eitthvað, 0,51 en þetta virðist vera önnur mæling hérna í þessari skýrslu og út frá þessu er síðan hægt að finna fasveikið í rásinni. Þannig að það er svo sem hægt að prófa líka hérna mælingarna sem komið fram hjá mér í þetta var 0,51 ampera straumur. Okay. Já, og 20 volt segir hann hérna. Já. Það er þá bara aðeins mismunur á afmælunum eða þá afmælunum sem að var notaður síðast hefur kannski ekki verið núllstiltur, ég veit það ekki. Það getur verið möguleiki. Aðeins að skoða aftur aflið hérna. Og þá sé ég líka raunafstöðulinn á mælinum og það getur reynt að bera það saman. Þó er raunafstöðulinn svolítið gróður en það segir 8 vött hérna og 0,8 segir hérna raunafstöðulinn. Svo 8 vött og 0,8 á því. En já, hitt var Hitt var 0,51 ampere. Ampere og við vorum með veldig ofta spennu. Getur líka verið eitthvað, já, varðandi spennugjafann, hann hefur eitthvað breyst sér eða eitthvað.
En við erum að mæla hérna 20 volt, þannig að og við erum að nota sama mótorinn. Einhver er þarna á. Ok, þá erum við hérna og við reiknum út þá fasvikið í rásinni. Byrjum á því að finna nýja sýndarviðnámið í hjálpaðinu með þéttinum. Þá segjum við spennadeild með straum og þá fáum við setun hjálpaðsins 41 ohm hérna og hjálpað vissu við áður, það hefur ekkert breyst, það 25 ohm og deilum við með nýrri setu. Fáum hérna 0,6 Cosby 0,6098 og 52,4 gráður. Já. Það er það. Ég held að ég þarf að prófa þetta, skoða þetta betur. Því að mælirinn, hann er að sýna 0,8, hvað er það margar gráður? Kos 0,8, svo sem ekki alveg margar. Hann er að sýna minna 36,8 gráður. Aha. En hér hérna, já, ef við myndum skoða muninn á þessu fasviki aðalvafinu, ef að það verið, já, 47,2, ef við segjum hérna pluss 47,2, þá er ég að fá út, samkvæmt því sem að mælirinn, afmælirinn segir, þá er ég að fá hérna út 84 gráður en samkvæmt þessum útreikningum hérna í skýrslunni, þá er þetta 99,6 gráður. Já, næstum í 100 gráður. Það hann er líka með mjög gott ræsivægi ef hann er með 100 gráður. Þetta er ekki nema 10 gráðum frá 90 gráðunum. Það er eiginlega best afstaða straumana, sem sagt milli straumsins í aðalvafi og straumsins í hjálpavafi, sé það bil 90 gráður eða milli 90 og 100 gráður. Við munum eftir því kannski úr Rafmagnsfræði 2 bókinni að þar er að tala 100 gráðu fasvik á milli straumsins í aðalvafi og straumsins í hjálpavafi. Þannig að sjálfsagt er þetta líka eitthvað mismunandi milli mótora eða mótorategunda. En svona fræðilega séð þá hef ég allavega heyrt meira það að þarna sé miðað við 90 gráðurnar, að mótorinn fái besta ræsivægið við 90 gráður á milli straums í hjálpavafi og aðalvafi. Þannig að síðan eigum við að setja þetta inn á myndina og það var í rauninni sem sagt þetta hérna. Það var þá það sem að þið myndu þá gera, það væri að færa yfir á sem sagt þennan vektor hér. Það nýja vektor hér. Svona. Skoðu þetta. Og þá erum við eiginlega bara búnir með þetta og í sjálfu sér þá væri hægt að teikna straumvektormynd, það er kannski ekki beðið það, en þá væri í rauninni, þá væru við með nokkurn veginn þessa mynd hérna, kannski þá samkvæmt útreikningunum í skýrslunni 99 gráður á milli straumsins í aðalvafinu og straumsins í hjálpavafinu og það gefur okkur líka mjög gott ræsivægi fyrir mótorinn.
Já, þá held ég að ég sé bara búinn að fara yfir þessa skýrslu, efni þessara skýrslu, þannig að nema að, já, við höfum eftir aðeins að skoða hérna aðeins hérna svörin á þessu hér, getur við, nei, það vorum við búin með. Þetta hérna var búið. Mótorinn snerist rangsælis fyrst, þegar var bara 5,2 gráður á milli straumana og straumurinn í hjálpavafinu, hann var á eftir straumnum í aðalvafinu og síðan kemur hérna að eftir að við tengjum þéttin við hjálpavafið að þá mjög mikið ræsivægi sem að mótorinn fær og við höfum að útskýra af hverju. Þess að þetta ræsiátakið miklu meira en án. Það er komið stærra horn á milli straumana í vöfum og þannig vegna byggingar mótorsins eða hvernig að bæði vöfum er komið fyrir og hvernig að mótorinn vinnur, þá er þetta bara hagstæðasta skilyrði fyrir mesta ræsivægi fyrir mótorinn að vera með það til 90 gráðu fasvik á milli straumana. Þá fær hann besta ræsivægið með þeim hætti. Nú snerist mótorinn réttsælis í hináttina vegna þess að núna var straumurinn ekki í aðalvafinu, ekki á eftir straumnum nú var straumurinn í hjálpavafinu ekki á eftir straumnum í aðalvafinu, heldur nú er straumurinn komin á undan hjálpavafstraumurinn komin á undan straumnum í aðalvafinu og þá fer mótorinn í hina snúningsáttina. En á meðan ég man, það er líka mjög gott fyrir ykkur að fara í gegnum það hvernig snúum við snúningsátt við á svona mótor. Skoðum það þegar við erum búin að skoða þetta svar hérna. Sem sagt, hér segir aðlíkist mótorinn í öfugátt með það sem hann gerði í liðnum þarna undan 1-3 og ástæðan er sú að án þéttis var hjálpavafstraumurinn á eftir aðalvafstraumnum en með þéttinum er straumurinn í hjálpavafinu orðið á undan straumnum í aðalvafinu og þess vegna breytist snúningsáttin. En hvernig snúum við snúningsátt? Þetta vorum búin með. Ég ætla bara að gera þetta í einhverju tengimynd hérna. Það vorum búin með. Og hérna er bara aðferð við að reikna út stærð þéttis. Þannig að ég geti kannski tekið mynd af þessu, bara þetta er svona stutt leiðbeiningaplan. En ég ætla aðeins að risa þetta upp með ykkur. Hvernig við snúum við snúningsátt í einfasamótor. Og það er kannski gott að ná í, ef við náum í hérna og ef við fáum hérna tengimyndina, hérna, þessa tengimynd, þá er hægt að taka mynd af því og það er svona og ég ætla að fá hérna new snip og ég ætla að taka þessa mynd hérna, fara aðeins með hana inn í paint, mynd 90 og hér erum við þá með
Það er hérna, já, svona. Og já, þetta er svona ófullkomin, ég ætla að fara með, ég ætla að fara hérna í nýja mynd. Þetta er straum. Og þá segjum við hérna, hvernig förum við að því að snúa við snúningsátt í svona mótor? Jú, það gerum við með því að annaðhvort víxla tengingum á aðvafinu. Þá ætla ég bara að gera það. Fer ég hérna með línu hér og tengi þetta hérna. Yfir í núlið og fer með þetta hérna í staðinn upp í sásan. Þetta hérna væri, já, eða í straummælinn, ok. Það fer bara hérna, sleppi ampumælinn. Sem að með því að víxla annaðhvort tengingum á aðvafi eða tengingu á hjálpvafi, þá snýjum við snúningsátt í einfasa mótor. Það er gott að hafa þetta í leiðinni. En eru einhverjar spurningar sem að eiga erindi inn á upptökuna? Eða er þetta allt mjög skýrt og greinilegt? Já, enginn er til í að koma með neina spurningu núna, þannig að við skulum bara loka upptökunni og ræða málin eftir.